Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Enn eitt sumarið að hverfa á braut og við tekur haustið og svo veturinn. Við erum stödd í ræktunarstöð Akureyrarbæjar og hérna greinilegt að það að verða árstíðaskipti. Jóhann Thorstensen, garðyrkjufræðingur, segir nauðsynlegt að undirbúa gróðurinn sem best. Já, það nú. Í okkar görðum þá þurfum við að móta runna og þess áttar. Við erum mikið að fást við snjóbrot yfir veturinn og snjórinn leggst í tré og runna og fletur þetta kannski svolítið út og þannig við þurfum að huga því. En viðkvæmur gróður eins og rósir og ýmislegt þess áttar ættu menn ekki að vera að opna á nýs ára á haustin. Hefur trjágróðurinn almennt lokið vexti? Já, hann svona nokkurn veginn að verða búinn að því en rótin heldur áfram að vaxa og nú hún að undirbúa sig og safna orku og liturinn að fara úr laufunum og þar með gengur sú orka niður til rótanna og býður svo vossins þangað til að allt systemi fer í gang aftur. En hvað með tré sem voru gróðusett nýverið eða runna, hvernig ná að ganga frá þeim á að binda þau? Já, það getur verið, þetta mjög smátt og viðkvæmt, þá þurfi hreinlega að smíða litlar grindur eða eitthvað slíkt en oft á tíðum getur verið bara nóg að hreykja gömlu laufi að þessum plöntum af því að það virkar eins og bara fínasta dúnsæng og það bara leggjast niður og hafa það gott. Ég sá fólk vera að klippa runna helgina. Er þetta rétti tími? Þetta ágætis tími til þess. Það hefur reynst vel í þessum sterku góðu runnum eins og víði og blátopp og ýmsu þess aftar. Þannig að það hefur bara gefist mjög vel. Og einkum og sér í lagi út af þessu segjum við að nefna snjóbrotinu. En hvað með gróðursetningu? Er haustið góður tími til þess að gróðursetja? Já, það bara ágætur tími fyrir vel flest trjáplöntur og þess áttar. Hvaða starfsemi fer fram aðalega núna í trjánum? Þau eru að róta sig, segir þau? Já, og þau eru að ganga frá sér og þau eru að fella laufin og þau eru að undirbúa sig fyrir veturinn og ganga sem sé taka orku sumarsins og koma henni niður í jörðina til rótana. Og síðan eru þau að útbúa fræ og mynda ber og margir eru sólgnir í þau. Þrestir taka á loft snemma á morgnana og fljúga bæinn og ákveða hvaða tréð ætla að taka að morgni og svo það bara hreinsa það. Þannig að menn ættu náttúrulega að hugsa vel að því að þeir ætla að hirða ber eða eitthvað slíkt, rifsber eða sólber eða eitthvað svoleiðis að vera frekar á undan en þetta mjög erfitt að keppa við þetta harðsnúna lið. Já, það þannig að þrestirnir, þeir taka það svona skipulega? Þeir gera það. Það virðist vera. Þeir byrja á ákveðnum trjám sem eru mjög vinsæl hjá þeim og virðast klára þau og þannig að tré sömu sortar geta staðist hlið við hlið og annað ekki snert. Það klárað hinn og svo komið seinna og trúlega þetta einhver braggjæði sem að þarna ráða ferðinni. Þannig að þeir vita hvað þeir syngja? Já, þeir vita algjörlega hvað þeir syngja, eins og við heyrum. En laufin eru að falla af trjánum núna. Ámaður að raka laufin saman? Já og nei. Ef þetta eru þykkur laufmassi sem að liggur kannski skaflar af laufi sem að safnast oft saman, að þá að gera að taka það svolítið. En þund lauflag bara til hlífðar fyrir gróðurinn og eins og ég nefni að það að hreykja bara laufi að litlum plöntum, viðkvæmum plöntum og nota þennan gróður. Því að laufið endar sem fæða gjarnan fyrir ánamaðk og hann býr til áburð og þetta verður allt bara til hagsbóta. Þetta allt saman ein keðja? Allt saman ein hringrás og keðja, já. En á maður að setja lauf til dæmis í beðin? Það getur verið ágætt að gera það, að troða undir ef það fíkur af og sérstaklega þessar litlu viðkvæmu plöntur og nýjar gróðursetningar ef þetta svona í heimagarði í litlu mæli.
Hvað með grassláttu, hvernig ná að skilja við garðinn fyrir veturinn, á að slá eða ekki? Það á náttúrulega slá en það er sjálfsagt ef það er komið dálítið gras að hækka sláttuvilna og hafa þetta alls ekki snöggslegið. Það gengur auðveldara fyrir fræ að koma sér fyrir og spíra eða koma sér af stað í snöggslegnu grasi frekar en í hinu. En mikill graslubbi náttúrulega getur legið ofan á og þá bara kæfir. Þú hefur nú sjálfsagt heyrt þessa spurningu áður. Þetta er bara deiluefni eða ekki stundum? Þetta er svona verða alltaf álitamál þetta en ég held að menn sé nú iðulega það sé þessi miðjuleið í þessu sem er ágætt. Hvað með haustlaukana? Er að renna upp núna réttu tími? Já, nú er bara mjög góður tími að koma þeim fyrir og ef maður býður með þetta mjög langt fram eftir hausti þá gengur þeim ekki eins vel að setjast og mynda sínar litlu rætur út frá lauknum. Þannig að tíminn er núna. Þeir sem að setja niður kartöflur og gulrætur, það eru komnar 2-3 frostnætur. Kartöflugrössin hafa fallið. Á fólk að drífa í því að taka þetta upp allt saman? Já, sko, ég held eins og með kartöflur að það sé ekkert vert að vera að bíða öllu lengur. En maður notar líka oft bara jörðina sem geymslustað, fylgist vel með veðurspá og áttar sig á því að það sé ekki að fara allt í mikið frost. Og tekur það upp, en reynir að sigta inn á þurran dag. Gulrætur aftur á móti til dæmis að þær er að geyma þær bara lengur og moka bara aðeins yfir þær. Þá geymast þær betur og eru alltaf eins og nýjar. En kartöflurnar skemmast ekki, þetta er bara geymsla í raun og veru? Já, þær bara geymast þarna en upp að vissu marki, sko. Þær eru mjög viðkvæmar eða lenda sjálfar í frosti og frosti náttúrulega gengur niður strax og komið yfir 3 gráður, þá er bara að gera að taka upp. Hvað segir nú sjálfur garðyrkjumaðurinn? Er allt saman klárt hjá þér í þínum garði og er þetta skemmtilegur árstími? Nei, það er alls ekki allt klárt hjá mér. Ég er að vinna að þessum málum og það vill sitt hjá hakanum, en maður reynir svona að taka þetta í réttri röð og reyna að hafa þetta skemmtilegt. Láta þetta ekki vera harða vinnu, bara vinna þetta svona af áhuga og skemmtilegheitum. Og njóta. Og njóta, sannarlega. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.